Ég held að þessi staða sem algjörlega einstök. Við getum sagt að sko, ef við svona erum dálítið grófir sem flokkseigendafélög, stóru flokkana, demókrata og repúblikana, eru sko á engan hátt að hafa sinn vilja fram. Það klárt að repúblikanar, þeir sem eru svona í miðju repúblikanaflokksins og hafa nú lengst af verið mjög áhrifamiklir þar, þó að Teboðshreyfingin hafi náttúrulega haft sín áhrif á undanförnum árum, að það fólk vill ekki sjá Donald Trump. Eins held ég að demókrata megin að þá sé Hillary Clinton óskakandidat þessa fólks en alls ekki Bernie Sanders. Þannig að eins og þetta hefur þróast, að þá þetta lítur allt öðruvísi út. Eitt sem dálítið svona, báðir flokkarnir eiga sameiginlegt og þeir sem eru í forystu, Trump og Sanders, ástæðan fyrir uppgangi þeirra og góðu fylgi að mörgu leyti svipuð. Og það djúpstæð óánægja fólks eftir hrunið, eftir efnahagskreppunni í Bandaríkjunum. Því að þó að efnahagslífið hafi tekið aðeins við sér að þá það ekki komið á þann stað og fólki finnst það ekki vera komið á þann stað. Fólki finnst því hafi verið svikið og og maður sér þetta svo greinilega, það þessi megna óánægja, hún ekki bara á Íslandi og í Evrópu, sem hún birtist með öðrum hætti, heldur hún líka greinilega þarna fyrir vestan, allavega sýnist manni svo.